Bókin Íslenskir fuglar eftir Benedikt Gröndal nú fáanleg í sérstakri hátíðarútgáfu sem verður aðeins fáanleg í 100 tölusettum eintökum. Hátíðarútgáfan endurgerð handritsins í raunstærð, bundin í íslenskt sauðskinn og hana smíðaður sérstakur kassi. Hvert eintak kostar á 300.000 og við ræddum við útgefandan og hönnuðin á dögunum og í kvöld leifum við fuglum Benedikts Gröndal að ljúka kastljósi. Benedikt Gröndal, hann var svona eins konar allmúgli maður og sem kom víða við hér á Íslandi og svona helstu stóru sonum Íslands á 19. öldinni. Hann, fyrsta lagi var hann sonur smerka manns Sveinbjörnar Egilssonar og fæddur á Bessastöðum og alinn þar upp og var svona allmúgli maður. Hann fór ungur til Kaupmannahafnar, var þar lengi í námi, toldi svo sem kannski lítt við að festa sig í einhver ákveðnu fæi. En hafði það að lokum að verða fyrsti Íslendingurinn til að verða meistari í norrænum fræðum. Efri árum sínu varði hann ekki hvað síst til rannsókna á íslenskri náttúru og að stofnsetja náttúrugripasafn sem ennþá ekki komið undir hús eins og frægt í umræðinni. Og eitt af því sem hann fékkst við var að teikna myndir af margs konar lífverum, íslenskum lífverum, bæði svona sjávarlífverum og spendýrum og svo fuglum. Og hann bjó til 2 heildstæð söfn af teikningum á íslenskum fuglum og svona sjávardýrum ýmis konar. Annað þeirra kom út á 150 ára afmæli, 76 á vegum Arnar og Örlygs, sem heitir Dýraríki Íslands og varðveitt í Landsbókasafni, fallegt svona safn af blöðum og síðan þessi bók, Íslenskir fuglar, sem að var eiginlega svo til óþekkt, var svona geymd í skjalaskáp hjá Náttúrufræðistofnun Íslands upp á Hlemmi í hálfa öld og var svo sýnd okkur við hátíðlega athöfn. Við fengum að skoða þetta loksins og við hrifumst mjög af þessu og líka spurðum okkur þetta hefði nú ekki fyrir komið út á bók af því að þetta nú svona ekki oft sem að maður finnur handrit frá 19. öld eða upp fyrsta áratug 20. aldar með teikningum á þessari svona stærðargráðu eins og Benedikt gekk frá þessu því þetta eru 100 teikningar af öllum fuglum sem hann vissi til að hefðu sést á Íslandi fyrr og síðar. Svo færð þú það hlutverk svolítið að búa til viðhafnarútgáfuna sem að kemur út í 100 eintökum eingöngu. Það er svolítið stórt og veglegt starf að fara í, ekki? Það er stórt og veglegt og skemmtilegt. Já. Við tókum strax á ákvörðun að hafa þetta tvíþætta útgáfu, annars vegar almenna útgáfu og svo hins vegar hátíðarútgáfu. Og við stöndum frammi fyrir því að það er eitt, hann gengur frá einu eintaki, það er innbundið af hans hálfu, það klárað það frá gengið. Þannig að maður vill náttúrulega viðhalda þessum tón sem hann leikur í þetta. Maður vill ekki taka fram fyrir hendurinn á honum. Og þannig að maður reynir að finna hana rétta tón sem hæfir þessu verki sem maður finnur hans ástríðu liggja í. Þannig að það kannski snýst fyrst og fremst þessi litlu smáatriði og miðla þessum áhuga hans og ástríðu sem að baki liggur. Og það liggur mikið bara í litlu atriðunum, litlu smáatriðunum sem margstrjúka og margbreyta og margpröfa og margpröfuprenta og... Eins og til dæmis hverju? Já, bara það eitt að koma myndum af handriti sem inn í skjalaskáp, að koma því við tölvutækt form. Það er stór vegur að ná bara réttu tónunum, handriti upplítað vissu leyti, mísupplítað. Þannig að þessi tölvuvinnsla svo að koma því úr tölvunu yfir á blað. Það margt sem breytist líka í prenttækninni, það þarf að pröfa aftur og aftur, alls konar blöð, alls konar prófíla. Þannig bara þessi tæknir þáttur vegur þungt. Og svo náttúrulega líka allur bara frágangur, efni, bókband, skurður, letur, uppsetning og þetta alls saman. Mér finnst afskaplega vænt hana í heild sinni, mér finnst vænt Benedikt sem karakter, þennan fjölbreytta mann sem kemur svona víða við í íslensku menningarsögu, en hefur þessa breyskleika líka. Og svo þessi dásamlega handskrift. Ég handla að starfa sem skrautritari, hann hefur dásamlega rithönd. Benedikt Gröndal er fyrsti Íslendingur til að ljúka meistaraprófið við Kaupmannahafnarháskóla. Hann er fyrsti Íslendingur til að skrifa kennslubók í skrift. Hann er fyrsti Íslendingurinn sem býr til kennslubækur í dýrafræði. En hann er líka sami maðurinn og býr til fjallkonuna. Og hann teiknar ekki bara fjallkonuna, hann teiknaði líka svona grunnmynd af skjaldarmerkinu. Hann var þjóðskáld, hann þýddi bókmenntir úr 8 tungumálum og svo framvegis. Hann var svona all-round snillingur, endurreisnar maður
og við eigum bara ekkert svo marga svona karakter, eða nokkur einasta þjóð á mikið svona karakterum yfirleitt, þannig að þetta var svona stórbrotinn snillingur sem að raunverulega, hvað maður vildi segja, svo karakterbresta og svona almennarar svona, ég veit ekki hvað, bara hvernig þjóðfélagsástandið var, naut sín kannski aldrei almennilega til fulls, en hann kom gríðarlega miklu í verk og mér finnst það að gefa loksins þessa bók út, sko, bara að vera svona hluti að því líka að segja frá þeirri náttúrusögu sem var skrifuð hérna á 19. öld þegar menn að fara af stað með rannsóknir á íslenskri náttúru.